Verkefni 1 í Excel. Við erum búin að leggja saman tölur hér með summufallinu. Nú ætlum við að móta textann í næsta lið, smellið hér og þegar við erum að setja texta í blokk eða dálka og þarf bendillinn að vera svona feitur kross. Ef þið eru hér á hornreitnum þá afritið þið textann, þannig ég ætla að vera hér og draga yfir. Það er ekki jafn margir dálkar eins og í fyrsta liðnum. Þannig að ég dreg bendilinn hér yfir og smelli á Merge and Center til að stækka í 14 punkta og feitletra. Og ef ég hækka línuna, þá er þetta neðst á línu, þannig að ég ætla að miðja upp á línuna. Hér ætla ég að feitletra og hægri stilla og setja línu undir. Hérna ætla ég að setja breiða línu í kring. Þannig að ég móta allar liðina eins og hækka örlítið hér. Ég ætla að setja 1000 punkta á þetta svæði hér og það gerir ég með því að fara hér í Number og Use 1000. Þetta læsilegra. Og nú ætla ég að finna lækkunina í krónum. Byrja ég á að skrifa inn jafnaðarmerkið, smelli í hærri töluna, í þá mínus og smelli hér í lægri töluna. Og ef ég ýti á Enter, þá fer ég í næsta hólf fyrir neðan. En ef ég ýti á Ctrl og Enter, þá er ég áfram í hólfinu og þarf ekki að fara aftur upp í það til að afrita niður. Og það gerir ég með því að fara hér á hornreitinn og draga niður. Þá er ég búin að fá tölurnar hér, lækkunina í krónum. Ef þessar gefnutölur breytast eitthvað, þá breytist talan hér sem er með formúlu. Sjáðu hérna formúluna. Hérna eru gefnutölurnar skrifaðar. Og ég ætla að vista.